Góðan daginn og velkomin að Grísará. Í þetta skipti ætla ég að setja saman dálítið skemmtilegt, ekki flugvél, heldur kall í flugvél. Því að ef að flugvél er mannlaus þá sjálfsögðu getur hann ekki flogið og það er alltaf leiðinlegra að sjá mannlausar flugvélar fljúga. Kallinn sem ég ætla að smíða er þessi hér. Þetta er Williams bróðir sem ég keypti af internetinu. Ég fékk hann fyrir nokkur pund og hann er úr plasti. Það er ýmislegt hægt að gera við hann, en það þarf að setja hann saman. Við skulum kíkja á hvernig hann lítur út. Hérna er flugmaðurinn okkar. Hann er af gamalli típu frá Williams bróðum og ég held að þeir séu ekki að framleiða akkurat þessar tegund lengur, en þeir framleiða eitthvað svipað. Hérna stendur Sportsman, það þýðir að hann er svona bara venjulegur flugmaður, ekki herflugmaður. 3 tommur stendur, það er að segja 3 tommur úr hverju feti, sem þýðir hann er í 1/4. Og við skulum rífa hann úr pakningunni. Það sem við höfum hérna er náttúrulega fram og aftur af höfðinu. Við höfum hérna bak og við höfum bringu og svo fáum við sólgleraugu sem hægt er að setja á hann. Það sem við þurfum að gera til að byrja með er náttúrulega að líma þessa hluta saman og við skellum okkur í það akkurat núna. Ef við skoðum hlutana sem við ætlum að líma saman og berum þá saman, þá sjáum við að þeir fitta ekkert sérstaklega vel saman. Það er alls konar hrúður og drasl á þessu sem við þurfum að byrja því að hreinsa. Þá fáum við okkur svona sandpapír. Þetta er 100, þetta er Type Örk og við setjum hlutin sem við ætlum að líma og rennum honum nokkur sinnum eftir þessum sandpapír. Ef að borðið er slétt undir, þá sjáum við bráðlega að allar brúnirnar hérna eru orðnar hrufar. Hérna hefur greinilega ekki náðst að pússast neitt. Ef myndavélin, já, þarna kemur það. Það hefur pússast hérna en ekki hér, svo ég held aðeins áfram. Og nú hefur þetta pússast alla leið. Ég ger þetta sama við framhlutan og ef ég ber hlutana saman núna, þá leggjast þeir saman og það er ekkert gap á milli. Nú get ég sem sagt límt þetta. Ég ætla að gera þetta sama við bringuna og bakið. Ég held að aðal munurinn á þessum gömlu köllum sem eins og þessum og þeim sem framleiddir í dag er að það er mikið meira plast í þessu. Þetta er mjög þykkt plastið í þessu. Við farin að takmarka plastið í nýju köllunum. Svona. Nú ætti ég að geta límt þetta saman. Til þess að líma þetta saman er hægt að nota ýmsar tegundir líma og svona plastlím
líklega langt best og til þess að halda þessu saman þá ég hérna með nokkrar teygjur sem ég ætti að geta nýtt mér. Nú ætla ég að líma saman höfuðið og það ágætt að byrja á því að tékka hvort að teygjurnar sem við höfum, þessar hérna afskaplega litlar, hvort að þær geti haldið því sem að ég vil að þær haldi og hérna sé ég að með því að setja 2 teygjur svona yfir þá ætti höfuðið að haldast nokkuð vel saman á meðan límið harðnar. Svo að þá fæ ég mér hérna þetta plastmódellím og set vel af því á samskeytin. Nú get ég athugað að þetta sitji allt eins og það á að gera. Og það gerir ekkert til þó að plastið klistrist og verði skrítið. Ef að 2 teygjur eru góðar, þá eru 3 eða 4 en þá betri. Svona. Ég var búinn að líma búkinn, þannig að nú ætla ég að leyfa þessu að harðna.